þakka þeim sem hafa verið með mér. Þetta er mjög áhugavert og skemmtilegt að hlusta á þetta. Ávinningur fyrir bóndan, inntekt fyrir bóndan, ekki fyrir afurðastöð eða verslunina, heldur fyrir bóndan. Því það er bóndinn sem býr þetta allt til. Hann er eins og fyrir sem eignast lömbin, það er bóndinn sem vinnur út allt saman heima á bæjarhúsinu í sveitinni, ekki afurðastöðinni eða versluninni. En svo þegar bóndinn á að fara að fá fyrir sitt, þá fær hann bara bréf í júlí eða ágúst, þessi bóndanum er sagt hvað hann fái fyrir sína vöru, sem er ákveðað þeim sem kaupa vöruna af bóndanum. Bóndinn á kjötið og þess ná hann að ákveða sjálfur hvað vill láta kjötið kosta, en ekki sá sem kaupir það af bóndanum. Heldur einhver hérna inni að bensín myndi kosta það sem kosta núna ef þeir sem myndu vilja kaupa myndu ráða verðinu á því? Hvað haldið þið það? Þess vegna verður bóndinn að fá eitthvað annað val en að slátra afurðastöð án þess að það verði að kosta einhverjar gríðarlegar fjárhæðir. Það sjálfsagt verða hlutir að vera í lagi og verður ekki máttalega fullkomnum lagi. Auðvitað verða bændur og afurðastöðar að geta stála saman, en það má ekki bara vera hagkvæmt fyrir annan aðeins. Neytandi kynnist bóndanum og það myndast tengsl, þannig að neytandi kynnist í hvað er að gera sveitinni, sem er mjög mikilvægt. Ég veit ekki til þess að það sé myndast tengsl við fristi eða kæliborði í versluninni. Það er rauninni ópersónulegt, eins og ópersónulegt sem getur. Það er mikið tækifæri bændur að standa saman í svona vinnu, hjálpast að slátra hjá hver öðrum og benda á aðra ef hann er búinn með sitt kjöt. Því sameiginlega eru bændur miklu betur settir til að koma hlutunum betra horf. Við lítum ekki þetta sem samkeppni bænda, þetta á ekki að þannig. Heimavörsla sala og kjöt er klárlega sterk stoð til efla atvinnu sveitarins og ekki síst mannlífi í sveitunum. Verðið sem við fáum á afurðastöð er ekki neitt. Það bara að hugsa ég að ég er að velta. En ef við tökum til þess bara einfalt dæmi af fullorðinni kind sem við fáum kannski 1000 krónur fyrir. Þú getur selt úr henni fyrir svona 30.000 krónur bara svona án þess að vera neitt hári verði. Og þetta er við náttúrulega með blandabú, þannig að við erum ekki bara að hugsa að selja sauðfjárafurðir, þetta er líka nautgripar kjöt. Þannig að þetta er svona sem ég vildi tala um. En mér finnst það mjög áhugavert og finnur það alveg að þetta er svona liðkast fyrir. Fólk er átt að sjá því hvað þetta er að gera, því að þessi samkeppni í sláturhúsunum gerir ekkert annað að sauðfjárafurðir leggjast bara af. Það er bara einfalt. Það lifir enginn á þessu. Þetta gerir þetta sjálfur, það er vinna, en þetta getur